Ný ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins verður kynnt á morgun. Evrópumálin verða sett á dagskrá og ráðuneytum fækkað. Fráfarandi ráðherrar notuðu daginn til að pakka plöggum og persónulegum eigum í kassa. Faðir drengs á grunnskólaaldri er ráðalaus vegna skapofsa, kasta og ofbeldishegðunar sonar síns. Þegar ástandið var verst á heimilinu þurfti fjölskyldan að læsa svefnherbergjum til að vera viss að lifa nóttina af. Neyðin eykst á Mayotte þar sem mannskæður fellibylur gekk á land fyrir viku. Íbúum þykir neyðaraðstoð hafa borist seint og létu Frakklandsforseta heyra það þegar hann heimsótti eyjarnar í gær. Hálf öld í dag síðan 12 manns týndu lífið þegar snjóflóð féllu í Neskaupstað. Atburðanna er minnst bæði þar og í Reykjavík. Síðasti áfangi varnarvirkja rís nú fyrir ofan þorpið. Og leikskólakennari sem hvatt hefur starfið eftir 50 ár segir skemmtilegast að segja börnunum sögur. Í minningunni hafi öll börnin verið svo rosalega skemmtileg og tíminn liðið hratt. Gott kvöld. Ný ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins verður kynnt á morgun. Boðað hefur verið til blaðamannafundar í Hafnarborg í Hafnarfirði klukkan 1. Og þar er Anna Lilja Þórisdóttir. Já, Anna Lilja, hvað vitum við þessa nýju ríkisstjórn? Já, við vitum nú eitt og annað þó að þingmenn flokkana þriggja hafa nú haldið spilunum afar þétt að sér eins og gjarnan er sagt í þessum aðstæðum. En við vitum að Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, hún verður forsætisráðherra. Nú Viðreisn fær bæði utanríkis- og fjármálaráðuneytið og Flokkur fólksins fær velferðarráðuneytið eða félagsmálaráðuneytið. Nú, svo höfum við líka heyrt á fleiri en einni og fleiri en tveimur áttum að Þórunn Sveinbjarnardóttir sem er þingmaður Samfylkingarinnar og hún verði forseti Alþingis. Nú en formennirnir 3 gáfu það út í upphafi þessara viðræðna að ráðuneytum yrði fækkað. Stendur það ennþá til? Já, svo virðist vera að þau eru 12 núna og þeim mun fækka 1, þannig að þau verða 11. Nú verkefnum þessi ráðuneytis verður að einhverju leyti deilt á milli hinna ráðuneytana, það verður stokkað upp og ráðuneytin svo endur nefnd eða endur skýrð að einhverju leyti. Nú við höfum líka fengið staðfest að Samfylkingin fær 4 ráðuneyti, Viðreisn sömuleiðis og Flokkur fólksins fái 3. En hvað með innihald þessa stjórnarsáttmála sem á að kynna á morgun, Anna Lilja, vitum við eitthvað það? Við höfum fengið aðeins upplýsingar það, þar á meðal það verði kosið aðild að Evrópusambandinu og eins og einn þingmaðurinn orðaði það, nú eru Evrópumálin komin aftur á dagskrá. En þetta gerist allt á morgun og skýrist allt á morgun, þá er stór dagur og við skulum heyra hvernig hann verður. Þingflokkar allra flokkana koma saman í fyrramáli þar sem stjórnarsáttmálinn og ráðherraskipan verður kynnt og í kjölfari vera stærri fundir hjá Viðreisn og Samfylkingu þar sem fyrirkomulagi verður kynnt stærri hópum. Óvíst er hvort Flokkur fólksins heldur slíkan fund. Formennirnir 3 þær Kristrún Frostadóttir, Inga Sæland og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kynna svo stjórnarsáttmála og skipa nýrrar ríkisstjórnar í Hafnarborg í Hafnarfirði klukkan 1. En fundur morgundagsins lýkur ekki við það því að boðaðir hafa verið 2 ríkisráðsfundir á Bessastöðum. Fundur fráfarandi ríkisstjórnar hefst klukkan 3 og klukkan 4:30 verður fyrsti ríkisráðsfundur nýrrar stjórnar. Já, það er hér í Hafnarborgi í Hafnarfirði þar sem formennir 3 munu á morgun kynna stjórnarsáttmála og nýtt ráðuneyti sitt. Nú, en þegar ný ríkisstjórn tekur við þá kveður önnur. Og síðasti ríkisstjórnarfundur starfsstjórnar Bjarna Benediktssonar var í morgun og við hittum nokkra fráfarandi ráðherra að máli eftir þann fund. Flestir fráfarandi ráðherrar voru mættir á fundin. Þetta hefur verið á margan hátt mjög farsælt ríkisstjórnarsamstarf sem hefur staðið lengi og mjög sögulegt fyrir þær sakir hversu lengi 3 flokka stjórn hélt út. Myndirðu vilja koma með eitt heilræði í einni setningu til nýrrar ríkisstjórnar? Já, þú fer ekki fram á lítið. Ætlum að það myndi ekki bara vera sígandi lukka er best.
Bjarni hefur enn ekki tekið ákvörðun hvort hann haldi áfram sem formaður Sjálfstæðisflokksins og segist halda sig við þá áætlun að segja frá því fyrir næsta landsfund. Ég bara ennþá á þeim sama stað. Fyrst vildi ég bara klára kosningarnar. Lilja náði ekki inn á þing í kosningunum en hefur verið alþingismaður síðan 2016. Ég núna búin að vera ráðherra í 3 ráðuneytum á síðustu tæpu 9 árum og ég einhvern veginn bara svolítið spennt að fara að taka næstu skref þó að ég hafi haft mikill heiður að fá að gegna og þjóna fólkinu í landinu. Áslaug Arna, fráfarandi háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðherra var komin langleiðina með að koma öllum sínum föggum út af ráðherraskrifstofunni klukkan 1 í dag. Ég hef bara takað svona einhver gögn sem ég hef búin að vera að nota þetta síðustu ár og myndum og plöntunni sem ég fekk gefins því ég var dómsmálaráðherra fyrir 5 árum síðan. Hún hefur vaxið hérna með mér. Hjá Áslaugu tekur við að vera í stjórnarandstöðu á Alþingi. Ég er bara spennt fyrir næsta verkefni og næsta tímabili og aðalega bara mjög þakklátt að hafa fengið að starfa sem ráðherra fyrir íslensku þjóð síðustu 5 ár. Umhverfis- og orkumálaráðherra átti eftir að taka vel til hendinni eftir ráðherratíðina og var mikið verk fyrir höndum að setja dót í kassa, skjöl, möppur og muni úr fleiri en einni ráðherratíð. Þetta er mikið? Já, og reyndar að þannig eftir að taka úr kössunum sem að ég flutti úr síðasta ráðuneyti og kannski þar áður líka því að þetta safnar svolítið saman. Maður svona kynnist ráðuneytinu virkilega á síðustu dögunum og þetta er mjög gott ráðuneyti, gott fólk. Og þannig að ég held að það er svona aðeins að fara dett inn ef maður mun sakna fólksins. Að það var svona stundir, það var það sem stendur upp úr. Og að öðru. Það er mjög erfitt að þurfa að ýta barninu sínu út af heimilinu. Þetta segir faðir 15 ára drengs sem hefur sýnt af sér mikla ofbeldishegðun og hefur flakkað á milli stofnana. Fjölskyldan er ósátt við þær lausnir sem í boði eru og faðirinn kveðst ráðalaus. Faðir drengsins býr ásamt stjúpmóður hans og 2 yngri börnum 3 og 5 ára í Suðurnesjabæ. Hann vill ekki láta nafn síns getið svona síns vegna. Þar til hann varð 8 mánaða bjó drengurinn hjá móður sinni. Þá kemur hún til mín og vill að ég taki hann og ég er náttúrulega bara samþykki það. Þetta er náttúrulega barnið mitt og ég er til í hugsun það. Móðirinn var ekki í ástandi til að sinna honum og var raunar ekki inn í myndinni í áratug en drengurinn er nú 15 ára. Þegar hann byrjaði í skóla fór að bera á mikilli vanlíðan hjá honum og hann fekk ítrekkuð grátköst. 8 ára var hann greindur með ADHD og mótþróa þrjóskuröskun. Þegar hann var 10 ára kom litlasystir hans í heiminn og þá komu í ljós fleiri brestir. Við förum að taka eftir í þegar hann er að leika við hana að hún meiðir sig svolítið svona annars lagi, er að detta og það kemur ekkert ljós fyrir henni bara nokkur seinna þegar hún fer að tala að hann er að meiða hana. Hvernig er hann að meiða hana? Bara með hrindinni, að klípa hana og þess háttar sko. Vandi drengsins fór svo aukast verulega þegar komið var unglingastig. Það er verið að lemja og svo fer þetta út í það að það verið að brjóta hluti. Það eru hurðar og gluggar og tölvur og alls konar dót sem verður fyrir honum sko. Og vandinn stigmagnaðist líka heima við. Köstin urðu verri, hann braut allt og bramlaði, sýndi ógnandi hegðun og lögregla var oft kölluð til. Hann hótaði þeim oft lífláti og pabbi hann segir að þau hafi haft ástæðu til að taka því alvarlega. Sérstaklega eftir að hurðin inn til þeirra var opnuð eina nóttina. Daginn bara eftir þá fórum við að skoða herbergið hans og þar var hann með bara keðjur og grjót og annað eins inn í herberginu sínu og við vitum náttúrulega ekkert hver tilgangurinn var með þessu en þarna tókum við bara fyrir ákvörðun af því að bara læsa okkur inn í herbergi bara til þess að tryggja öryggi okkar. Að endingu varð ljóst að hann gat ekki verið heima og ýmislegt hefur verið reynt en ekki gengið til lengri tíma. Meðal annars var hann sendur í fóstur og í búsetuúrræði fyrir ungmenni með hegðunar og fjölþættan vanda. Þá hefur hann ítrekað verið vistaður á Stuðlum. Eins og staðan er þá á þessi strákur bara heima í öryggisbúsetu. Hann er bara ekki alveg á þeim stað að vera í kringum fólk. Hefur hann slasað fólk alvarlega? Já. Það nýjasta var náttúrulega bara inn á heilendum þar sem hann ræðist á starfsmann með fót af borði.
Í eitt skipti réðst hann að ókunnugri konu út á götu og tók hana hálstaki að ástæðu lausu. Drengurinn ekki með fíknivanda en faðir hans telur að eitthvað miklu meira ami aðinn einungis ADHD, alvarlegri geðræn vandamál. Svörun sem þau fá að ekki sé hægt að greina hann fyrir tvítugt. Rétt greining og viðeigandi lyf gætu hjálpað honum, segir pabbi hans. Sem stendur drengurinn á Stuðlum og á biðlista eftir að komast í búsetu hjá Klettabæ, sem ætlað ungmennum með mikinn vanda. En í millitíðinni vill barnavernd að foreldrar hans manni vaktir á móti starfsmanni íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Skipulag sem þau treysta sér hreinlega ekki í. Það alltaf mjög erfitt að þurfa að ýta barninu sín út á heimilinu. Það bara tekur svolítið á. Og hlýtur að vera líka erfitt að upplifa að það sé ekki einhvern veginn neina lausnir eða aðstoð að fá almennilega. Já, það það. Sár vatnsskortur ríkir á Mayotte eftir að fellibylur lagði byggðina þar í rúst fyrir viku. Frakklandsforseti heimsótti hamfarasvæðið í gær og fékk misjafnar móttökur. Fellibylurinn Chido sem gekk yfir eyjar úti fyrir austurströnd Afríku fyrir nokkrum dögum sá versti sem skollið hefur á Mayotte í 90 ár. 31 lést og nærri 2000 manns slösuðust. Eyjarnar tilheyra Frakklandi og forsetanum var misvel tekið. Vatn af mjög skornum skammti sem og aðrar nauðsynjar. Ça fait faire 5 jours, les réserves ont tari et on n'a plus le choix, il faut de l'eau pour les toilettes et faire le ménage. Et donc on vient à la mer pour chercher de l'eau. Mais ce qu'on vous demande, on veut de l'eau dans nos robinets, de l'eau. On a des enfants en bas âge. On veut de l'eau dans nos toilettes. On a besoin de l'eau. On traîne nos enfants de 3 ans pour aller à la rivière pour aller prendre de l'eau. Yfirvöld í París heita aukinni aðstoð og björgunarsveitir vinna við að opna vegi að nýju. Af því loknu verður auðveldara að koma hjálpargögnum til bágstaddra. Macron virtist hrærður eftir heimsóknina. Et je pense que notre devoir c'est d'être au rendez-vous de cette attente. Et c'est exigeant mais on le fera. Et parce qu'on est capable de ces grandes choses. On fait semblant de l'oublier chaque jour quand on revient à nos débats du quotidien. Mais on est capable de faire ces très grandes choses. Et parfois on fait beaucoup mieux les très grandes choses que les choses du quotidien. Oui, c'est une journée que j'oublierai pas. Og hingað heim, 50 ár í dag frá því að mannskeið snjóflóð féllu í Neskaupstað og 12 fórust. Atburðana verður minnst í Fella- og Hólakirkju í Reykjavík klukkan 8 í kvöld og í Neskaupstað var minningarstund í Norðfjarðarkirkju síðdegis. Eftir minningarstundina var kveikt á ljósum við minningarreitin vegna snjóflóðana. Þaðan var svo farin ljósaganga snjóflóðavarnargarða. Íbúar voru hvattir til að tendra friðarkerti við heimili sín til minningar þau sem fórust í snjóflóðunum. Og kona sem þurfti að flýja heimili sitt í Neskaupstað fyrir 50 árum og aftur eftir snjóflóðin í fyrra segist hafa upplifað reiði yfir hægagangi við uppbyggingu varna. Hún þó þakklát fyrir að loka áfangi varnarvirkja rísi nú loks fyrir ofan heimilið. Þennan dag fyrir 50 árum dundi mikið áfall yfir Neskaupstað þegar 2 stór snjóflóð féllu á byggðina. Annað eyðilagði síldarbræðsluna og hitt féll á íbúðarhús og 2 fyrirtæki. 26 manns lentu í flóðunum, 14 björguðust en 12 fórust. En má sjá sárin eftir flóðin þar sem síldarbræðslan stóð. Lengi vel töluðu bæjarbúar lítið áfallið en það breyttist og reistir hafa verið minnisvarðar atburðina. Nú 50 árum síðar gengur aðventan sinn vana gang og í Súnbúðinni fá viðskiptavinir að gjöf útkallsbók Óttars Sveinssonar. Norðfirðingar segja hana hafa breytt miklu. Samvinnufélag útgerðarmanna ákvað að kaupa upplagið, ekki síst handa yngra fólki og nýjum bæjarbúum sem ekki þekkja atburðina. Bókin rauf eins konar þöggun flóðin og fólk fór að leita sér hjálpar. Þessi bók kom út fyrir 12 árum síðan og þá rauninni má segja að það hafi hafist svona ákveðin úrvinnsla sem að eftir var rauninni eftir þessa atburði því að 1974 og í kjölfari var engin áfallahjálp þekkt á Íslandi og ekki veitt. Guðmundur býr sjálfur í húsi rétt við farveg eins flóðsins sem féll fyrir 50 árum. Húsið á hættusvæði
og Guðrún eiginkona hans man vel eftir flóðunum fyrir 50 árum. Fjölskylda hennar bjó þá í öðru húsi á milli flóðana tveggja. 8 ára gömul man ég bara eftir því að síminn hringdi og þá það afi minn Stefán Þorleifsson sem á línunni og segir við okkur við skulum fara út úr húsinu þar sem fallið snjóflóð fyrir innan okkur og taka ekkert með okkur og þegar við komum út þá var snjóflóðið fallið fyrir utan okkur líka. Áratuga bið varð á að framkvæmdir hæfust við snjóflóðavarnir en 4. áfanginn rís nú loks í Neskaupstað og var honum flýtt eftir að snjóflóð féllu á óvarin hús fyrir bráðum 2 árum. Guðrún sem býr þar rétt hjá þurfti þá aftur að rýma, bjó enn í berskjölduðu húsi öllum þessum árum síðar og framkvæmdir þá ekki hafnar í fjallinu. Ég var hrædd og ég var svolítið reið einhvern veginn inni mér en það náttúrulega fer ekkert að stað hérna í fjallinu fyrir heldur en bara eftir fyrir vestan. Og svo bara líður þessi tími og hann er allt og langur en það breytir stöðunni þessi flóð sem fjallu síðast. Þannig að auðvitað erum við þakklátt fyrir þetta þó að biðin hafi verið löng. Leikskólakennari í Hvammi í Hafnarfirði var kvaddur í gær með þakklæti en líka trega eftir 50 ára starfsferil. Hún hóf störf 1973 og síðasti vinnudagurinn var í dag. Hún segist endalaust geta sagt börnum sögur og nýtur þess jafnmikið nú og þegar hún byrjaði. Þá fór sauðurinn líka að gráta, hoppaði niður á þakinu og settist við hliðina á lambinu. En hvað eru þá margir grátandi? Ragnhildur Sigmundsdóttir byrjaði að vinna á leikskóla í febrúar 1973. Hún lætur af störfum á leikskólanum Hvammi í Hafnarfirði sökum aldurs. Ragga eins og hún kölluð verður 70 á næsta ári. Hún byrjaði að vinna á leikskóla í Kópavogi 17 ára og nám sótti hún til Danmerkur á 8. áratugnum og nú eru liðin rúmlega 50 ár. Ég er ekki alveg búin að átta mig á því held ég, að þetta sé að verða búið. En inni í höfðinu hef ég svona pínulitla minningabrot bara fjöldan allan af börnum. Hún segir augljóst hvers hún eigi eftir að sakna mest. Krakkana, náttúrulega. Það get ekki, að fá ekki þetta. Það skemmtilegasta sem mér finnst, það ef að maður er með svona 20 barnahóp og maður getur sagt þeim svoleiðis sögu að þau gerir svona. Það finnst mér vera alveg. Með sögustundunum kennir Ragga börnunum íslensk orð. Eins og til dæmis að segja fangamark í staðinn fyrir upphafsstafi í nafni. Þannig að þau merkja myndirnar sína með fangamarkinu sínu og fara svo í belgvettlinga þegar þau fara út til þess að þau verði ekki krókloppin. Þetta finnst mér vera svona, þetta eru allt orð sem eru í útrýmingahættu. Eins og gefur að skilja hefur Ragga kennt og haft áhrif á 100 barna í gegnum tíðina og sum hver stoppa hann út á götu. Þá það bara þannig að manstu ekki eftir mér. Það er bara einhver alveg ókunnugur en þegar ég heyri nafni þá veit ég hver það er. Og get kannski sagt viðkomandi eitthvað sem ég man eftir. Börnunum þykir það slæmtíðindi að Ragga skuli vera að hætta. Hvað finnst þér að Ragga sé að hætta? Það er mjög leiðilegt. Þú getur ekki segið lengur. Já. Ekki gaman. Ekki gaman. Ekki lengur svo að segja sög. En af hverju skildi hún verið að hætta? Út af hún er of svona. Hún er gömul. Mér finnst þau alltaf öll hafa verið svo rosalega skemmtileg. Það er ekki annað hægt en að taka jólin alvarlega þegar heimabærin heitir Bethlehem. Íbúar Bethlehem í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum vita þetta og þeir sitja ekki auðum höndum á aðventunni. Það iðar alltaf lífi í Bethlehem þegar líða fer að jólum. Fólk gengur á milli verslana og undirbýr hátíðarnar, kaupir gjafir og dáist að jólaljósunum. Eitt skiptir Bethlehem búa þó mestu og það er Jólajatan, enda er bærinn nefndur eftir fæðingarstað Krists. Jólajatan kallast púts og þeir allra hörðustu ganga hús úr húsi og skoða púts hvers annars. Flestir láta þó nægja að skoða uppstillinguna í kirkju bæjarins.
It's many different scenes that depict the story of the Christmas story, the birth of Jesus and what follows, the annunciation to the wise men, visit of the wise men, and also the visit of the shepherds and the angels. So all of the Christmas stories displayed with tiny figurines and lights and narration. Móravískir landnemar, ættaðir þaðan sem í dag Tékkland, gáfu bænum Bethlehem nafn sitt á aðfangadag 1741. Allar götur síðan hafa jólahefðir frá þeim hluta Evrópu verið í hávegum hafðar. Auk jólajötunar til siðs að gera jólakerti úr býflugnavaxi og binda þau rauðan borða. Vaxið tákn hreinleika og borðarnir blóð Krists. Íbúarnir eru stoltir af jólahefðum sínum. It's the camaraderie of getting together at the beginning of the season to make the beeswax candles. It's the smell, it's the process, it's the getting together. Þá skulum við gá að veðrinu. Norðan og norðvestanátt á morgun, 8 til 15 norðvestan til en hægari vindur annars staðar. Él á norðanverðu landinu en þurrt sunnan til. Annað kvöld verður hvasst austanlands og það bætir í ofankomu og það verða alltaf 23 metrar á sekundu á sunnanverðum austfjörðum. Það verður þó rólegra veður vestanlands. Frost að 8 stigum. En Óli Þór Árnason veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Víkingur mætir gríska liðinu Panathinaikos í umspilum sæti í 16 liða úrslitum sambandsdeildar Evrópu í fótbolta. 2 Íslendingar leika með liðinu. Leikmaður Víkings segir liðið geta unnið það gríska. Ég heldur að við tapum á móti Jurgarden, svo erum við búin að spila á móti liðin sem við hefum verið að spila á móti líka, þannig ég sé alveg möguleika. Og áfrýjunardómstóll HSÍ staðfesti í dag 10-0 sigur IBVF gegn Haukum í 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í handbolta. Íþróttir eftir andartak. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ný ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins verður kynnt á morgun. Evrópumálin verða sett á dagskrá og ráðuneytum fækkað. Fráfarandi ráðherrar notuðu daginn til að pakka plöggum og persónulegum eigum í kassa. Faðir drengs á grunnskólaaldri ráðalaus vegna skapofsa, kasta og ofbeldishegðunar sonar síns. Þegar ástandið var verst á heimilinu þurfti fjölskyldan að læsa svefnherbergjum til að vera viss að lifa nóttina af. Hálf öld í dag síðan 12 manns týndu lífi þegar snjóflóð féllu í Neskaupstað. Atburðanna minnst bæði þar og í Reykjavík og síðasti áfangi varnarvirkja rís nú fyrir ofan þorpið. Og leikskólakennari sem hvatt hefur starfið eftir 50 ár segir skemmtilegast að segja börnunum sögur. Í minningunni hafi öll börnin verið svo rosalega skemmtileg og tíminn liðið hratt. Það voru svo lokið hjá okkur í bili. Við vekjum athygli á aukaþætti af Silfrinu sem á dagskrá RÚV á morgun klukkan 19:45. Þar verða gestir þær Kristrún Frostadóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland, formenn flokka í nýrri ríkisstjórn. En fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og birtast síðan allan sólarhringinn á vefnum okkar ruv.is. Verið þið sæl og góða helgi.